ánægja. Já, komið sæl. Það norðanátt í kortanum núna næsta sólarhringinn og getur orðið svolítið stíf í kvöld og fram á nóttina en síðan þá gengur þetta nú hægt og rólega niður og þriðjudagurinn hann býður okkur upp á Hæðarhrygg og hæglætisveður en á miðvikudaginn þá fáum við nú lægð sem kemur hérna inn á landinu. Hún nú ekki djúp þannig að það verður nú ekki mikill vindur með henni en hún mun nú samt færa okkur einhverja vætu. Síðan ef við lítum á hitasviði að þá kaldaloft í framrás hjá okkur og þetta þýðir kólnandi hitatölur hjá okkur og næstu dagar verða nú þannig að hitastigið verður í kringum frostmarkið og nætufrost má búast við að verði víða þannig að það mun nú víða myndast hálka þar sem að á vegum og því að gera að vara sig á henni. En ef við skoðum þá kort morgundagsins þá lítur það svona út, það verður norðaustan átt á landinu, það verður sem ég segi mest hún verður svona stífust í kvöld og nótt og strax í fyrramálið þá byrjar hún nú að ganga niður og verður seinni partur verður nú svona mikið gengið niður, það verður nú kannski einhver strekkingur svona við vesturströndina en síðan þegar kemur fram á annað kvöld þá ætti nú að vera komið hægviðri allt land og það nú ekki mikil úrkoma í þessu, það verður kannski einhver svona snjó eða slydduél hérna við norðurströndina og einhvers lítilsháttar snjókoma til fjalla en sunnan- og vestanverðlandi ætti að vera bjartviðri og sem við sjáum hitatölurnar svona víða í kringum 3-4 stigin. Nú síðan ef við förum fram á þriðjudaginn að þá háþrýstisvæði komið yfir landið, það verður þá væntanlega hægur vindur og bjartviðri og þetta þýðir það að það verður væntanlega talsvert næturfrost mjög víða og hitatölurnar yfir daginn svona rétt 2-3 gráður yfir núllinu. Og á miðvikudaginn hjá okkur að þá fer vindur að snúast til suðlægari áttar, við fáum skil sem að koma inn á landið og þau munu nú færa okkur einhverja vætu og þau munu nú ekki færa okkur mikil hlýindi en þannig að úrkoman hún ætti nú að sleppa svona sem rigning en gæti nú alveg orðið slydda eða snjókoma. En á Norðausturlandi það gert ráð fyrir því að það verður nú bara þurrt og bjart og ekki gert ráð fyrir að þessi skil þau nái inn á Norðausturlandið. Nú síðan ef við kíkjum á fimmtudaginn að þá verður þessi suðaustanátt hún verður nú orðið nokkuð stífari og það verður svona áfram einhver úrkoma landið sunnan og vestanvert en Norðausturlandið ætti að verða áfram þurrt og bjart og hitatölurnar svona einhvers staðar rétt fyrir ofan núllið. En þá skulum við kíkja aðeins til Evrópu. Það farið að kólna í Skandinavíu, hitatölur svona ekki mikið hærri heldur en hjá okkur. Skil sem að koma inn á Evrópu úr vestri þannig að það verður farið að rigna á Bretlandseyjum og svona við vesturströndina en ef við förum austur á þá ennþá bjart þar, háþrýstisvæði hérna yfir Balkanskaganum og því bjartviðri og bæði og einnig á Ítalíu og í Grikklandi. En ef við förum að Atlantshafinu aftur á móti að þá sjáum við hérna þessi skil sem eru farin að koma hérna upp að strönd Portúgal og það verður byrjað að rigna þar á morgun og þó að verði nú fínt veður á Spáni á morgun þá færast þessi skil austur á bóginn og það verður farið að þykna upp þegar líður á daginn og jafnvel að farið að rigna í Madrid annað kvöld og það einlega sama saga með Frakkland, það verður þurrt og bjart til að byrja með en síðan þyknar upp og í vestri og gæti jafnvel farið að rigna svona við vesturströndina þegar kemur fram á annað kvöld. Ef við lítum þá aðeins til Bandaríkjanna þá nú kuldahæð sem liggur hérna yfir vötnunum miklu og svona norðurhluta sléttan á sléttunum og þar kalt og kuldaskil sem eru á leiðinni hérna í suðaustur og þau ná í raun og veru alveg suður af Mexíkóflóa og þeim fylgir væntanlega talsverð úrkoma og jafnvel slydda eða snjókoma svona þegar það komið upp í einhverja hæð. En við vesturströndina áfram hlýtt og bjart og hitatölur svona í hærri kantinum. En hjá okkur á morgun sem sagt norðlæg átt, minnkandi norðanátt og þurrt og bjart landi vestanvert en einhver svona snjó eða slydduél hérna norðaustan til
Látum þetta duga að vera í kvöld. Verið sæl.